Komiði sæl, þetta Pólitíkin, 50. og 1. þáttur. Ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Við sem búum á Íslandi þekkjum það þegar náttúran minnir á sig. Náttúruvá hugtak sem við erum farin að heyra í auknum mæli og það eru vísar að margt sé að breytast í náttúrunni. Árið 2019 upplifuðum við óvenju erfiðan illviðra desember. Óveðrið sem gekk yfir síðari hluta ársins 2019 var ekki það eina það árið. 6 sinnum þann vetur var lýst yfir rauðri veðurviðvörun og 224 appelsínugulum eða gulum viðvörunum frá 1. desember til 20. febrúar. Snjóflóð féllu á Flateyri og í Súgandafirði, rafmagn fór af Húsavík og víðar og raforku innviðum stóð ógn af veðurofsanum. Ísing klóðst á línur með þeim afleiðingum að þær slitnuðu og staurar brotnuðu. Í desember árið 2020 féllu aurskriður á Seyðisfirði. Miklar rigningar urðu þess valdandi að skriðurnar runnu fram og krafturinn í þeim var svo mikill að hús rifnuðu af grunnum sínum og fluttust langar vegalengdir með skriðunum. Sveitarfélagi var rýmt og fólk beðið að gæta varúðar. Óþægilegt þegar náttúran tekur völdin haft eftir heimamönnum á Seyðisfirði. Þá standa enn yfir jarðhræringar á Reykjanesi en þær hófust 24. febrúar á þessu ári. Mikil skjálftavirkni í námunda við Keili og Fagradalsfjall. Tugir þúsunda skjálfta hafa mælst. Búið að lýsa yfir hættustigi almannavarna og líkur á að eldgos hefjist aukast. Gestur minn að þessu sinni Þorsteinn Sæmundsson, doktor í jarðfræði frá Háskólanum í Lundi, vísindamaður við Háskóla Íslands og formaður Jarðfræðafélags Íslands. Þorsteinn hefur lengi sinnt rannsóknum á sviði jarðvísinda, aðalega tengdum ofanflóðum og náttúruvá. Hann hefur viðað að sér yfirgripsmikilli þekkingu á þessu sviði og við ætlum að eiga samtalum það sem að gerast. Velkomin Þorsteinn. Já, takk. Ef við byrjum svona á byrjuninni fyrir hlustendur og áhorfendur sem að kannski ekki alveg með það á hreinu, hvað náttúruvá svona í stuttu máli? Já, í stuttu máli þá náttúruvá í raun og veru þau ferli sem eru í náttúrunni, þessi náttúrulegu ferli, skriður, jarðskjálftar, eldgos, sem að koma beint við samfélagið og valda okkur búsifum og tjóni, bæði efnahagslegu og oft á tíðum því miður tjóna á lífum. En þegar þessi náttúrufræðilegu ferli eru farin að ógna okkur, þá erum við að tala vá eða náttúruvá. Og það skilgreiningin á því, en síðan eru þessi náttúrulegu ferli, þau eru svolítið mismunandi. Við skiptum þau annars vegar í innræn þætti, eins og eldgos og jarðskjálfta, og síðan þessi útrænu þætti, útrænu öfl. Þar sem beint veðurfar hefur kannski meira og breytingar á því að meira áhrif. Talandum innræn og útræn, erum við að upplifa eitthvað nýtt? Eitthvað breytingar að gerast í náttúrunni eða erum við bara í ákveðnum hring og einhverju hlutir að gerast aftur sem gerðust einhvern tíman í fyndinni? Já, þetta hefur náttúrulega allt meira gerst áður. Þannig bara náttúran, hún endurtekur sjálfa sig og það sem hefur gerst, þau ferli sem hafa verið að gerast, þau koma til með að gerast í framtíðinni. En spurningin hversu tíðu eru, hvort að það séu einhverjar breytingar á þessum ferlum, hvort að þessu öskruvirkni til dæmis mun aukast eða snjóflóðvirkni mun aukast og það náttúrulega það sem við erum að skoða. En þessi stærri ferli til dæmis eins og jarðskjálftavirkni eins og við erum upplifað núna eða hugsanleg eldgos sem að gætu verið í farvatninu, að það eru hluti sem að gerast reglulega og virðist vera mörg af okkar eldstöðvakerfum virðast vera að sýna svona ákveðna reglu í því. Nú heyrum maður í fjölmiðlum svona mismunandi aðila að vera að fjalla um málin og það er greinilegt að menn hafa mismunandi hlutverk. Veðurstofan sinnir vöktun og er mikið í fjölmiðlum að ræðum, núna til dæmis jarðhræringar. Hvert hlutverk þessara mismunandi aðila, Veðurstofunar, almannavarna og síðan ykkar upp í Háskóla Íslands? Samkvæmt lögum að þá Veðurstofan, hún með vöktun og viðvaranir vegna náttúruvár og veðurs
Og almannavarnir, þeir eru svona að gæta almannaheill, að reyna að koma í veg fyrir að það verði tjón og loka svæði með þarf og vera með sagt, þá löggæslu ef það áþarf að halda. Háskólinn, hann ásamt Veðurstofunni, svona rannsóknarhlutin af þessu. Það sem hvað greinaferlin sem í gangi, hvað hefur verið að gerast og hvað líklegt að geti komið í framtíðinni. Hvernig nú heyrum maður stundum talað vísindaráð. Hvað vísindaráð almannavarna og hverjir sitja þar? Já, þar í vísindaráði, það svona mismundi eftir hvað við erum að fjalla hvað aðeinar eru kallaði til, en almannavarnir með samráðsvettvang, þar sem að helstu sérfræðingar á mismundi sviðum koma saman og bera saman gögn og ræða, og það nú rosalega mikilvægt að það fari þetta samtal fram. Að við fáum sem flesta vinkla inn og þau gögn sem verið að greina að fólk beri saman bækur sínar til þess kannski að geta greint stöðuna eins vel eins og hægt Þannig að þegar einhver ógstæðir eða þegar við sjáum einhverja breytingar, mögulega eitthvað að fara að gerast og þá eru viðbragðsaðilar kallaðir til og þá vísindamenn semst inn í þetta vísindaráð. Já. Þú talaðir áðan innræn og útræn og komum aðeins inn á veðrið, en maður svona veltaði fyrir sér, eru að verða einhverja veðurfarslega breytingar og hverjar eru þar helstar og hver helsta ógnin? Og eins við erum nú með nokkuð góðar upplýsingar jarðskjálfta og eldgos og við getum séð hvað raunin og það að rannsaka þau og vitum nokkuð með hvenær þau runn og svo framvegis. Búum við yfir nægilega mikið til þekkingu varðandi veðurfarsleg atriði og þannig að við getum þá undirbúið okkur nægilega vel inn í framtíðina? Já, það náttúrulega alltaf erfitt að spá fyrir hvað verður. En það náttúrulega eins og öll umræðan hefur verið að það línun jarðar að eiga sér stað og ég held að það sé orðið nokkuð svona almennt viðurkennt í samfélaginu og bara vísinda samfélaginu yfir höfuð. Breytingar í veðurfari geta orsakað marga hluti. Eins og við erum að virðist að sjá hérna núna, það hlýnun. Það hefur áhrif á til dæmis stöðuleika hlíða. Þar sem við erum með til dæmis sífrera, að hann að gefa eftir, þá getum við fengið nýja tegund og önnur svæði sem eru kannski hættu, geta skapa hættu. Úrkomu dreifing, úrkomu ákefð, það eitt af því sem við teljum okkur vera að greina, að það meiri úrkoma sem fellur á stuttum tíma. Og það getur náttúrulega líka haft áhrif á stöðuleika hlíða sem dæmi. Þannig að jú, það margt sem spilar inn og veðurfarið, það hefur náttúrulega beint áhrif á þessu ytri öfli eða útræna öfli. Það sem að vatn kemur fyrir, vatn þyngir jarðveg, veikir bindingu og þá fara skriður af stað til dæmis. En hversu vel búum við að þekkingu á svona svæðum þar sem að menn búa undir hlíðum eins og til dæmis á Seyðisfirði, það kom náttúrulega nokkuð óvænt. Almennt svona séð, nægileg þekking til staðar, eru menn nægilega viðbúnir fyrir því sem að gæti gerst? Ég held að við þurfum að svara þeirri spurningu neitandi. Eftir snjóflóðslysin 1995, að þá var lagt mikið kapp á að byggja upp varnir til að verjast snjóflóðum. Snjóflóð, það snjór sem safnast í hlíðar, það ákveðin veðuraðdragandi sem verður að því. En einhvern veginn að þá urðu aurskriður og grjótrun og súhætta, það lentur svona utan svega hjá okkur. Og við höfum náttúrulega verið með stór skriðuföll, eins og í Öskju til dæmis 2014, núna 2018 í Hítardal. Skriða sem féll 2007 á Morsárjökul. Að þetta að gerast, en við höfum ekki lagt nógu mikla áherslu á að rannsaka þetta. En það samt vitundavakning og sérlega eftir skriðuföllu núna á Seyðisfirði í desember að þá eins og fólk, já, býtu nú við. Þetta líka hætta sem við þurfum að skoða.
En þetta svolítið öðruvísi heldur en með snjóflóðin, af því að þarna þurfum við að kortleikja, við þurfum að greina, við þurfum að rannsaka hvernig hlíðarnar í raun og veru eru, hvaða misgengi eru, hvaða mikið set er í hlíðunum og svo framvegis. Þannig að við þurfum kortlagningu meira. Hvað þarf að koma til? Vantar okkur fleira starfsfólk, vantar okkur meira fjármagn? Hvað þarf að gerast til þess að við getum uppfyllt þetta allt sem að er mikilvægt? Já, óskalistinn er langur. Við þurfum að byggja upp þekkingu innan oss. Við erum allt og fá sem erum að sinna þessum rannsóknum. Við þurfum 3-földun eða 4-földun á mannafla. Fjármagn, já, fjármagn inn til Veðurstofuna, fjármagn inn til háskólans, alveg tvímælalaust. Uppsetning á mælitækjum, það er mjög mikilvægt og þau svæði sem við vitum að er eitthvað að gerast, að við þurfum að setja fókusin á það að skilja þau ferli sem eru í gangi. Og þetta er oft svæði sem eru tiltölulega erfið. Við þurfum þyrlur til að fara á sumum þessum svæðum og flytja búnað upp og þar hefur Landhelgisgæslan verið mjög hjálpleg við okkur. Þannig að allt þetta skiptir máli, en þetta kostar tíma, þetta kostar fjármagn. Svona, maður leiðir hugan að því hvernig fólk hérna áður fyrr las í náttúruna. Fyrir 100 árum að þá leit fólk út á kvöldinu eða mótnana og það gat nokkuð með spáð fyrir það hvernig veðrið er, hvort það væri skynsamlegt að fara að slá gras og heia og allt þetta. Og fólk bar virðingu fyrir ýmsum hættum. Í dag sjáum við fleiri og fleiri dæmi þess að Íslendingar séu kærulausir og ég nefni Íslendinga því að þeir eiga þekkja landið en ekki erlendu ferðamennir endilega sem kannski veit ekki betur. Fara út í ferðalög eða koma sér í aðstæður sem hefði mátt forðast eða fólk hefði undirbúið sig eða hreinlega lesið veðurspá. Er fólk orðið of kærulaus og treystir þá of mikið á upplýsingar frá til dæmis Veðurstofunni? Erum við, mannskepnan, sem erum vissulega hluta náttúrunni, erum við búin að missa getuna til að lesa í umhverfi okkar? Ég held að það sé svolítið misjafnt. Það er náttúrulega eftir hversu mikið þú ert út í náttúrunni, en það er mjög mikið af fólki sem að hefur svona fjarlægst þetta og vissulega meina við erum náttúrulega að fá núna góðar upplýsingar frá Veðurstofunni varðandi veður og annað slíkt sem við þurfum náttúrulega að fara eftir. En það er alltaf einhverju svartir svæði sem að hlíta eða fylgja ekki þeim. Vegagerðin er náttúrulega orðið mjög öflug með því að loka vegum og annað slíkt og það er kannski fyrst og fremst út af ferðamönnunum sem að það er. En við höfum svolítið sofið á verðinum varðandi náttúruvá sem slíka og ef við skoðum til dæmis eins og staðsetning á eldri bóndabæjum að þá er það svolítið vel ígrundað hvar voru hætturnar. En við einhvern veginn erum að gleyma okkur svolítið í skipulagsmálunum og við erum að höldum bara að við getum sigrað allt. En náttúran, hún eins fallega eins og hún getur verið eins óblíð. Þannig að við þurfum að skynja þetta miklu betur og við þurfum að setja miklu meira áherslu á fræðslu hvað þetta varðar bara inn í skóla og talningum inn í háskóla. Þar sem að við erum að selja landið okkar fyrir ferðamenn. Við erum að taka hérna inn fjöldan allan af ferðamennu sem að við erum kannski að smala á staði sem að eru kannski ekki alveg heppilegastur þó þessu fallegir. En þannig að við þurfum svona aðeins að velta því fyrir okkur. Ég ætla einmitt að nefna ferðamennina, við erum alltaf bæði með fyrirtæki sem auðvitað eru rekin af Íslendingum sem eiga auðvitað sína ákveðna ábyrgð en svo erum við alltaf með gríðarlega mikið fjölda ferðamennum bara á eigin vegum á bílaleigubílum í venjulegu árferði þó það sé þetta ekki núna. Liggur fyrir hvar hætturnar eru helstar og erum við að stefna fólki inn á þau svæði eða erum við farin að svona loka eða sinna ákveðnum forvörnum í því sambandi betur? Vegagerðin hefur verið mjög ötul núna við að loka vegum áður en að fólk fer að lenda í vandræðum og það er mjög virðingavert. Það eru til staðir, ég nefni nú bara Reynisfjöru til dæmis, eða Black Beach eins og hann er kölluð af ferðamönnum. Það er dæmi gríðarlega fallegan stað, en það er dæmi líka kannski óheppilegan stað til að safna þar miklu fólki.
Við erum þar bæði með hafölduna sem að við þekkjum að hefur því miður hérna tekið nokkuð líf. Þessi sama hafalda, hún grefur undan hlíðum Reynisfjalls og við það verður hlíðin óstöðug. Það er bara náttúrulegt ferli. Við erum með helli þarna sem að hefur runnið úr þakinu og það eru steinar að hrynja það niður. Þannig að vissulega er þetta fallegu staður en við þurfum að endilega að vera með fólki alveg undir hlíðinni og inn í hellinum og nálægt sjónum. Getum við ekki stýrt þessu einhvern annan hátt. Og þá sem sagt kemur kannski mót hvað ég að segja byrju við viljum ekki hefta för ferðamanna og þú veist þannig að þetta er ekki einfalt að leysa en við þurfum að greina hættuna og við þurfum að vara við hættunni og margir sem að þekkja ekki bara náttúruna yfir höfuð að þeir gera sér enga grein fyrir hvaða hættur eru til staðar þarna. Þannig að þetta er ábyrgð okkar. Þá kannski leiðum að hugana þess að skipulagsmálum því að það eru þau sem að svolítið stýra bæði uppbyggingu á byggð og eins svona varðandi þessa staði að einhver leyti. Og maður svona hugar að ábyrgð sveitarstjórnarmanna í þessu samhengi. Við höfum verið að ræða flugvöll í Hvassahrauni núna í einhver tíma. Núna í dag virðist það nú kannski vera frekar galin hugmynd ef maður horfir á það sem er að gerast á Reykjanesi. Við erum með byggð bókstaflega ofan í eldfjöllum. Við erum með byggð undir snarbröttum hlíðum þar sem stórfelld hætta er á ofanflóðum. Við byggjum þorp á svæðum sem eru í hættu ef að það fer að gjósa undir jökli og hamfarahlaup hugsanlega úr til dæmis úr Kötlu. Gæti mögulega þurrkað út hluta af byggð eða sett íbúa í stórfellda hættu. Og svo byggjum við ofan á hrauni sem að hafa runnið frá því að við numum land hér í þessu landi. Og dæmin eru eflaust mun fleiri. Erum við nægilega mikið að taka til náttúrunar og þeirrar hættu sem stafa getur á henni þegar við hugum að skipulagsmálum og því hvar uppbygging eiga sér stað eða vitum við hreinlega ekki nóg þessar hættur? Sko, við vitum margar af þessum hættum og það er alveg rétt það sem þú segir að þetta er nú ekki mjög fallegur upplestur þannig að sko þetta Ísland sér þetta eitthvað konar sögulega skýringar og menn voru að sækja á miðin og það voru alls konar það er ekki sko þannig en ég er meira að hugsa sko uppbygginguna í dag eftir að við höfum allar þessar upplýsingar sko. Jú, við þurfum að taka til þess og það þarf það þarf að auka þekkingu skipulagsyfirvalda innan sveitarfélagana og annars slíkt og það er náttúrulega hlutverk vísindamanna að gera það og til þess þurfum við að rannsaka hlutina. Við erum líka að sjá mikla breytingar í náttúrunni, til dæmis eins og umhverfis skriðjökla og hörfandi skriðjökla, myndun jökullóna, óstöðugar hlíðar sem dæmi, að þetta eru hlutir sem við þurfum að hugsa að kannski nýjar hættur sem að við kannski erum ekki alveg að hugsa en vissulega þurfum að búa á þessu landi og þú nefnir snarbrattar hlíðar og þú nefnir snjóflóð að uppbygging á mörgum á þessum bæjarfélögum sem að ógn stendur af þessu gerðist á hlýrri tímum heldur en síðan komu upp úr 1970 að þá voru þessu þorp að byggjast upp og snjóflóð voru ekki eins tíð eins og síðar varð þannig að sko þetta hefur allt sína orsakir en líka afleiðingar og þetta þurfum bara að vinna með en vissulega þurfum við miklu meira að taka tillit til og byggja á þeirri þekkingu sem við höfum að nota þekkinguna þegar við erum að skipuleggja. Þá kannski aðeins svona þegar kemur að því þekkingarleit vöktun almennum undirbúningi, hvernig stöndum við okkur í samanburði við önnur lönd og er þetta að gera betur og hvernig getum við gert betur? Við erum fá í stóru landi og mjög virku landi. Við erum svona eyja sem er út í miður Norður-Atlantshafi sem að náttúrulega gerur okkur lífið svolítið erfitt stundum. En við þurfum miklu meiri grunnkortlagningu á náttúrulandsins og bara í nefni sem dæmi við höfum ekki einu svona haldgóð jarðfræðikort af landinu.
Við þurfum, ef við ætlum að bera okkur saman, til dæmis eins og við Norðmenn, þar við náttúrulega vitum að þar var skelfilegt slys bara þarna í desember með kvikleir. Þeir taka ofanflóð og svona kortlagum mjög alvarlega og setja mikla peninga í þetta. Og þetta hlutur sem við þurfum að gera. Við þurfum að setja meiri peninga í vöktun og rannsóknir. Ég held að það sé alveg ljóst. En eins og ég segi, við erum tiltölulega fá í stóru landi og erfiðu landi hvað þetta varðar. Svona kannski að lokum að málana, margir sem að sofa illa þessa dagana og einhverjur hlusta sem hafa lent í því fyrir skjálftavirkninni á Reykjanesi. Og maður heyrir vísindamenn að tala að það séu aukna líkur á gos hefjist, að kvikan sé að nálgast yfirborðið, sé komin bara á 1-2 kilometra dýpi og það sé að safnast upp þrýstingur. Það gaus síðast fyrir 800 árum síðan á þessu svæði og ég veit að ég að spyrja stórt og þú getur kannski ekki spáð inn í framtíðina af einhverju fullri vissu en mér langar samt að nýta þekkinguðina og fá að vita svona hvað gæti verið að fara að gerast á Reykjanesi? Hvað gætu við verið að sjá þar á þessu ári, næstu árum, áratugum jafnvel? Sko, ég held að það sé nokkuð ljóst það sem við byggjum á sögunni. Þú nefndi það eru 800 ár síðan að eldvirkni tímabili lauk sem hófst 800 og lauk þarna 1240. Átti 400 ár, rúmlega 400 ára eldgosa tímabil sem að byrjaði austast í Bláfjöllunum og á því svæði og síðan varna sig vestum með Skaganum. Og þetta virðist vera svolítið rytmi á Reykjanesskaganum. Við erum með þessar 300-400-500 ára gos tímabil og síðan kannski 600-800 ára goshlé, en þó með jarðskjálftum eins og við náttúrulega þekkjum. Núna virðist vera að það sé að byrja með skjálftavirkni sem að menn voru fyrst tengdu við bara landrek, en síðan þegar þetta hélt áfram, að þá áttuðu menn sig á því að þarna var eitthvað meira í gangi. Og ég held að þessi nokkuð sammála að líkurnar á því að við sem að fara inn í þetta gosvirkni tímabil sé aukast. Og eftir því sem að þessi skjálftavirkni heldur áfram vilja menn meina það að líkurnar á því að eldgos muni hefjast núna aukist. En hversu lengi þetta verður, við sáum í sögunni, það eru kannski einhverjir áratugir þar sem við erum með eldvirkni og einhverju af þessum 6 eldstöðvakerfum sem eru á Reykjanesskaganum og síðan getur komið 100-150 ára goshlé. Svo tekur þetta sig aftur og gengur svona út skagan. Þannig að líkurnar á því að við séum að fara inn í þetta er að aukast. Ég held við látum þetta verða loka orðin í þessum 51. þætti af pólitíkinni. Hvað gerist nákvæmlega á Reykjanesi mun tíminn einn leiði ljós. Eitt þó víst að við Íslendingar munum áfram þurfa að takast á við náttúru landsins eins og við höfum gert frá því að land byggðist og þá gott að eiga öflugt vísindafólk og viðbragðsaðila. Ég þakka þér Þorsteinn fyrir að koma í þáttinn og gefa okkur innsýn inn í þessi mál. Ykkur sem hlustið og horfið þakka ég samfylgdina. Lifið heil.